Komið sæl, Birgir Þór heiti ég, þið eru að horfa á Motorsport og nú er það Hellu torfæran, 5. á síðasta umferð Íslandsmótsins í torfæru. Svona eins og venjulega, þá er alltaf vesinn á bitni. Hvað er að? Hann stíflar alla spísa í innspýtingunni bara á örfáum snúningum. Það er bara hann... Óhreinindi í bensíni? Nei, allt þrifið upp fyrir keppnina. Hvað er það sem að stíflar? Það virðast eitthvað að komast sandkorni á ný, en bara við erum að reyna að finna út hvaðan það koma. Það eru nýjar síur og öllu og... En spísarnir eru bara að fá bensín sem að kemur úr tanki, það hefur ekkert að gera með loftflæðin á vélina? Nei, þetta er bara bensínlögnin. Er það að heyrast þær sögur að þú sétt Eskimo-módel? Alltaf með svona klút höfuðið? Já, þeir eru spenntu að fegurinn kemur innan frá, þá fekk ég svona. Já. Viltu ekki hérna, sett þetta á þig, leið mér að sjá hvernig þetta er sett á sig. Þetta er læsilegu búnaður, sko. Flottur maður. Höfðinu, það er hálsinum. Flottur. Þetta er hvað sem er. Nú það voru 17 keppendur skráðir til leiks en Gísli Gunnar Jónsson ætlaði nú að segja sá sér ekki fært að mæta. En hér fyrstur í fyrstu braut Jónas Karl Sigurðsson. Keppendum hefur verið að fjölga smátt og smátt í torfærunni. Og Jónas Karl skorar ekki nema 220 stig hér og 50 refsistig. Þá er það Helgi Gunnarsson, sigurvegarinn úr fjórðu umferðinni sem framfór á Blönduósi. Fyrsti sigur hans í torfæru. En hann hefur verið að reyna að aka þessum bíl rauninni biluðum í allt sumar þangað til í síðustu umferð. Og Helgi skora 230 stig refsilaust. Þá er það Ragnar Róbertsson. Ragnar er í slag hér í þessari keppni Íslandsmeistaratitilinn í torfæruakstri í götubílaflokki við Gunnar Gunnarsson. Gunnar er þó með talsvert betri stöðum. Þá var það Sigurður Þór Jónsson. Ragnar skoraði 220 stig, engin refsing. Sigurður Þór með lánsvél frá Gunnari Gunnarsinni. Og hann skorar 220 stig. Leó Viðar Björnsson hættur að vera efnilegur og orðinn góður. Það setur svo aftur ákveðna pressu á menn. Það er eins og að keppinur séu búin að ákveða það að þessi hindrun þarna sé ófær. Karl Víðir Jónsson. Leó Viðar skoraði 220 stig, engin refsing. Og Karl Víðar í götubílaflokki hefur verið að sækja í sig veðrið. Þá er það Ólafur Bragi Jónsson. Og rétt eins og Karl Víðir, 220 stig, refsilaust. Næstur átt að koma Björn Ingi en hann var of seinn og þá er það Gunnar Gunnarsson. Leiðir Íslandsmótið í götubílaflokki, akstursíþróttamaður ársins hjá Landssambandi Íslenskra akstursfélaga á síðastliðnu ári. Og skildi Gunnar leggja í þetta eða... Nei. Og þá frá Egilsstöðum Gunnlaugur Sindri Helgason. Þetta er greinilega illfært eða illmögulegt að komast þarna upp. Gunnlaugur Sindri 220 stig mínus 40. Þá er það Daníel Ingimundarson. Og hann drepur á hér. Og bíllinn neitaði að fara í gang og hann skorar því aðeins 50 stig. Það er Pétur Pétursson í götubílaflokki. Munurinn á þessum tveimur flokkum, sérútbúnaflokknum og götubílaflokki er aðalega dekkin. Ekki heimilt að nota afkasta miklu dekkin sem að kallaður eru ausur eins og er undir sérútbúnaflokknum. Í götubílaflokki vel gert hjá Pétri að reyna þó. Þá er það Haraldur Pétursson. Búinn að tryggja sér Íslandsmeistaratitilinn þegar hér var komið sögu. En það hefur ætíð verið þannig að menn vilja sigra á Hellu og ná þar sigri. Keppnin svolítið sérstök og Haraldur, já, laglega gert hjá Haraldi og hann upp á 350 stig fyrir lengdina. Vel gerst.
og þá er það Bjarki Reynisson með talsvert meira afl heldur en hann hefur verið með og er óragur við að nota það en fer ekki hér upp. Bjarki skorar 230 stig. Þá er það Magnús Torfi Ólafsson. Það eru 8 brautir í hverri keppni og í þessari keppni á Hellu voru 2 tímabrautir og svo 8. og síðasta brautin Mýrina. Nei, þó Haraldur Pétursson sé búinn að sýna hvernig á að gera þetta þá fer Magnús Torfi Ólafsson ekki þarna upp og skorar 220 stig eins og svo margir aðrir og þá er það Gunnar Egilsson. Nei, staðan að þessu loknu, nei, við fáum hér Björn Inga sem að kom bílnum í gang en sökum óhreinvinda í bensínkerfi að þá hafði hann ekki fullt afl nema í nokkra sekúndur, halva mínútu eða svo og hann fer hér aftur fyrir þar að auki og hann skorar því ekki um 115 stig. Haraldur Pétursson með forystu með 350 stig, Pétur Pétursson í götubílaflokki meira að segja í öðru sæti með 240 stig, Helgi Gunnarsson þriðji, Bjarki og Ragnar Róbertsson í 4. og 5. sæti, Gunnar Gunnarsson aðeins í 10. sæti með 220 stig en þetta er lítill munur, þá er það braut nr. 2, Sigurður Þór Jónsson. Og þarna gefur vélinn sig. Hvað er það, Sigurður? Sigurður og sjálfskiptingin hafa farið. Eru til einhver ráð við því? Já, þeir eru fallin upp í þér, það er bara að fara skiptum. Já, það lak olía af sjálfskiptingunni en vélinn var farinn og Sigurður var því frá að hverfa. Þá var það Leó Viðar Björnsson. Laglega gert og það er 3. af brautinni búinn. Leó Viðar skorar samt 210 stig, refsilaust, þá er það Karl Víðir. Karl Víðir er í götubílaflokki eins og Ragnar Róbertsson, Gunnar Gunnarsson, Bjarki Reynisson og Pétur Vaff Pétursson. Fyrir að komast braut til enda þá eru það 350 stig sem að menn ná í. Ef aðeins framhjólinn fara upp á brúnina í síðustu hindrunni þá fást ekki nema 250 stig þannig að það eru 100 stig í húfi við að ljúka við braut. Þetta er Ólafur Bragi. Karl Víðir skoraði 180 stig. Ólafur Bragi fer heldur lengra. Það eru 210 stig en mínus 120. Þá var það Björn Ingi á réttum stað í rásröð og hér heldur hann að vélinn sé farinn. En svo reyndist þó ekki vera. Þá var það Gunnar Gunnarsson. Kveikjan losnaði hjá Birni og því urðu talsverð óhljóð í vélinni. Björn Ingi náði sér aðeins í 60 stig þannig að það er borin von að hann blandi sér í toppbaráttuna. Gunnar Gunnarsson refsilaus. Gunnar með gríðarlegt afl í þessum bíl. 210 stig. Gunnlaugur Sindri Helgason. Nei, það er ekki réttur gangur í þessari vél. Þá er það Daniel Ingimundarson búinn að koma bílnum í gang. Næstum því, þannig að hann komst hér upp á en braut drifskaft og var það hætta þarna í þessari braut, þá var það Haraldur Pétursson. Haraldur hóf að keppa í torfæru 1993 en brá á það ráð undir lok síðustu aldar að fara óhefðbundna leið og smíða bíl frá grunni og það er þessi bíl að hluta til. Hann hefur gert talsverðar breytingar á honum. Haraldur Pétursson var búinn að sjá hvað aðrir keppendur gerðu þarna og lagði
sé ekki fram að komast þarna upp, ekkert að vera fórna bílnum. Haraldur fekk 210 stig. Þetta Bjarki Reynisson. Nú fyrsta sumari sem Haraldur Pétursson keppti á Musso bíl sínum, þá valt hann nánast í hverja einustu þraut þar sem var hliðarhalli. Og þar var það hreinlega snúningur vélarinnar sem skipti sköpum. Og fjöðrunin gerði ekki ráð fyrir því í upphafi. Og hann var ekki með heila hásingu að framan, heldur skipta hásingu eða sjálfstæða fjöðrun á hvoru framhjóli fyrir sig. Og hann hætti því. Þannig að nú bíllinn farinn að líkjast kannski meir þeim bílum sem hafa verið ofarlega í torfærunni síðastliðin 15 ár. Jónas Karl. Það allt útlit fyrir að næsta ári verði heimsbikarkeppnin heldur stærri í sniðum heldur hún var á þessu ári. Það voru 4 umferðir á þessu ári, 2 í Noregi og 2 á Íslandi. Líklegt að það verði 6 umferðir á næsta ári. Íslendingar voru að standa sig vel. Haraldur Pétursson hér í forystu eftir 2 brautir. Leó Viðar Björnsson í öðru sæti, Gunnar Gunnarsson í 3. sæti og með forystu í götubílaflokki. Og þetta staðan eftir 2 brautir. 3. braut, Leó Viðar Björnsson. Þetta Karl Víðir og Gunnar Gunnarsson. Þetta greinilega ófært. Og menn voru á því reyndar áður en að farið var að staðið þessa braut að lokahindurinn væri ófær. Rétt eins og í fyrstu og annarri braut þó. Haraldur Pétursson hafði nú farið upp í fyrstu brautinni. Þá var hann komið með þannig forskot að þarf ekki á því að halda að leggja allt í það að reyna að komast þarna upp. Hann talsveit grip í þessum sandi, hann svolítið þungur, þannig að þegar menn eru með stóru dekkin hausurnar þá eiga menn talsvert mikla möguleika á því að ná upp hraða og það þarf að ná upp hraða þegar að farið í svona börð. Ragnar Róbertsson. Það sama sagan hjá öllum, þeir hætta allir hér á nokkurn veginn sama stað og staðan nokkuð óbreytt. Haraldur Pétursson leiðir yfir heildina, Gunnar Gunnarsson í öðru sæti og leiðir í götubílaflokki, Gunnar Egilsson í 3. sæti og Ragnar Róbertsson 4. Og ekki munar nema 10 stigum að Ragnar Róbertssoni og Gunnari Gunnarssoni í götubílaflokki. Þá það 4. braut og það var tímabraut. Fyrir besta tíma fást 300 stig, annar besti tími gefur 270 stig, 3. besti 250 stig. 4. besti 240 stig og síðan lækkar stigatalan 10 fyrir hvert sæti þar fyrir neðan. Og Ólafur Bragi akað á 30 sekúndum, 30,22, þá það Björn Ingi. Með því að hafa svona tímabrautir inn í torfærunni að þá er keppendum settur svolítill þröngur stakkur með bílana í stað þess að búa til bíla sem að klifra upp allar brekkur. Þá þurfa menn að smíða bíla sem að geta bæði klifrað upp brekkur og ekið hratt og þetta tvennt gjörólíkt. Björn Ingi náði besta tímanum í þessari tímabraut, 24:24. Daniel Ingimundarson missir hér niður allan hraða og bítar í axlinn og ætlar að ljúka þessu á góðum tíma. Lýkur þessu, já, á þokkalegum tíma og á hvolfi. Þá það Haraldur Pétursson. Haraldur með mun léttari bíl heldur en keppinautar sínir. Vélin í þessum bíl aðeins 6 strokka og meðan allir aðri keppendur með 8 strokka vélar.
Bjarki hefur smátt og smátt verið að bæta í bílinn sinn meira afli og sterkari hlutum. Ætlaði nú í upphafi bara svona að leika sér. En það er keppnisskap í öllum. Þar með talið Bjarka Reynisinni. Hann vill vinna. Og hér á BMF Magnús Þórði Ólafsson. Tíminn 31:66 en það var hins vegar ekki nema 13. besti tími. Eins og sagði áðan náði Björn Ingi Jóhannsson besta tíma í tímabrautinni. En það dugar skammt þegar að bíllinn er ekki í þannig lagi að hægt sé að ná í stig í öðrum brautum. Og Björn Ingi var eftir þessa braut í 14. sæti yfir heildina með aðeins 445 stig og var 545 stigum frá fyrsta sæti. Jónas Karl, 14. besti tími, 31:81. Og Helgi Gunnarsson, 25:23, 4. besti tími. Og Ragnar Róbertsson sem ætíð fer hraðar yfir heldur en sýnist á 26:68, 5. besti tími, 230 stig. Leó Viðar Björnsson með 7. besta tíma, 28:80. Og staðan að loknum 4 brautum. Haraldur Pétursson í fyrsta sæti með 990 stig, Gunnar Egilsson 870, Gunnar Gunnarsson með forystu í götubílaflokki ásamt Ragnari Róbertsinni, báðir með 850 stig. Þetta er braut nr. 5. Byrjar þetta niður frá, svo bara mjög létt og svo bara þetta hérna hlið. Það er hvítt þarna og rautt hérna og þeir eru að fara hérna á milli og þeir eru að fara hérna og miðjan á brautinni, upp hliðinu, efsta hliðinu er nákvæmlega það sem að þið eru núna. Og svo er bara spurningin hvort að þetta er fært á bíl. Spurning hvort þetta er fært gangandi. Það er rosalega hátt í þessu. Sko til. Gamli kallinn gænt þetta bara. Hingað. Gunnar Gunnarsson á götubíl var eini sem fór hérna daginn. Yes! Já, Gunnar Gunnarsson fór einn þarna upp í keppni sem framfór þarna í júlímánuði. Lokaumferð heimsbikarkeppninnar í torfærum. Hvað gerir hann hér? Laumar sér hérna til hliðar framhjá. Nei. Gunnar Gunnarsson fékk aðeins 150 stig fyrir þessa braut. Og Haraldur Pétursson aðeins 160. Keppendur voru að fara þarna út fyrir brautin og voru ekki að fara rétta leið. Og í þessari braut urðu heldur betur sviftingar. Það sem að menn hreinlega þorðu ekki að leggja í þar sem að hægt var að ganga upp. Og sumir fóru bara á 3 hjólum. Björn Ingi. Nú refsingar voru talsvert miklar í þessari braut. Og við sjáum það að það hafa orðið breytingar hér. Leó Viðar Björnsson tekur forystu, Haraldur Pétursson er í öðru sæti, Ragnar Róbertsson upp í 3. Gunnar Gunnarsson fellur niður í 7. sæti og jafnframt niður í 3. sæti í götubílaflokki. En er þó kominn að vera hönd á Íslandsmeistaratitilinn. Og þá skildi reynt hinum megin frá í þetta barð. Og hér Haraldur snertir hann ekki rauðdekkið, hann fær ekki 100 stig í refsingu þarna, heldur fær hann bara hreinlega ekki neitt mikið af stigum þar sem hann lauk ekki við þessa 7. braut. Haraldur Pétursson skoraði 240 stig og það var hans 7. besti árangur í brautinni. Gunnar Egilsson fór alla leið, skoraði 325 stig og það var besti árangur í þessari braut. Henn er Helgi Gunnarsson og Ragnar Róbertsson. Enginn þeirra lagði í sjálft stálið sem var lagt fyrir þá. Leó Viðar Björnsson, 65 refsistig. Björn Ingi, þar drap hann á sér. Gunnar Gunnarsson. Og hann fer ekki hér upp, þannig að hann fær ekki mjög mörg stig þarna.
Leó Viðar Björnsson heldur áfram forystunni. Ragnar Róbertsson með forystu í götubílaflokki og komið þarna með nokkuð gott forskot af Gunnar Gunnarsson þegar aðeins 2 brautir voru eftir. Haraldur Pétursson á að brattan að sækja á þessari jafnsléttu sem framundan er. Það annars vegar tímabraut ána. Áin er meter á dýpt þar sem hún er dýpt þar sem verið að keyra. Það eins gott að halda hraðanum hér. Og Haraldur Pétursson náði besta tíma í tímabrautinni, var 46.97. Bjarki fór ekki nema 35% brautar og skoraði ekki nema 70 stig. Haraldur Pétursson náði í 300 stigin og stökk upp í fyrsta sætið. Magnús Torfi Ólafsson aðeins 30%. Gunnar Egilsson ók brautina til enda á 1:05.18 sem var 50 besti tíminn og hékk á öðru sætinu með 1605 stig á meðan Haraldur Pétursson með 1650 stig, búinn að vinna sig upp úr þriðja sætinu. Sigursson með annan besta tíma í brautinni, 58.49, vel gert í honum. Þar fékk hann 270 stig og var í 5. sæti yfir heildina þegar hér var komið sögu. Helgi Gunnarsson náði 8. besta tíma, 7. besta árangri í brautinni þar sem að hann var með refsingu upp á 10 stig en Björn Ingi með 115 stig í refsingu þar sem hann þurfti að fara aftur fyrir. Og Helgi Gunnarsson í 7. sæti með 1185 stig, 465 stigum frá fyrsta sæti þegar ein braut var eftir. Ragnar Róbertsson kominn vel á veg með að tryggja sér fyrsta sætið í götubílaflokki. Og Karl Víðir á villigötum hér úti í ánni hefði kannski átt að vera þarna upp á þar sem að hægt er að ná smá gripi. Og staðan þegar ein braut eftir. Haraldur Pétursson með 1650 stig, 45 stigum meira en Gunnar Egilsson. Ragnar Róbertsson með forystu í götubílaflokki. Leó Viðar Björnsson í 4. sæti, Gunnar Gunnarsson í 7. sæti yfir heildina en öðru sæti í götubílaflokki. Og hann var fyrir því óláni að tími hans var ekki skráður í úrslit keppninnar. Það er hans ábyrgð að fylgjast með því að hann fái sín stig skráð sem að hann skorar. Það fór fram hjá honum og úrslit voru birt án þess að hann gerði athugasemd. Þannig að hann varð af einhverjum stigum þarna því hann náði öðrum besta tíma í brautinni. En stigin sem hann hefði fengið hefði hins vegar ekki breytt neinu úrslit í þessari keppni. Og þetta er mýrin margfræga, hún er miserfið. Og í þessari braut þurfa bílarnir að vera í 100% lagi og þurfa að ganga allan tíman. Ekki má missa afl í sekúndubrot því að þá sökkva menn. Og þá er ekki neinn vegur að komast upp úr nema með aðstoð dráttartæki. Þetta lítur að vera gaman að drullum alla svona smá. Gerast bara lítill pegi. Hann kemst upp úr Leó Viðar Björnsson en bara til þess að festa sig kyrfilega hér. Þannig að nota þurfti ekstra öflug tæki til þess að ná honum upp og það var það Björn Ingi. Átti sér ekki viðreisnar von eftir fyrsta hálftíman í þessari keppni sem bíllinn gekk ekki heila þraut. Og Gunnar Gunnarsson hættur að sjá nokkuð skapaðan hlut og þar með var hann augnablik á leiðinni út úr braut, þurfti að leiðrétta sig og misti niður hraðan og þar með var hann stopp. Það var það Haraldur Pétursson. Sá þetta talar og stóð þarna það sem að myndavélin var. Það var nú eiginlega og ó því að slíkur á hraðinn á Haraldi. En bremsur góðar samt sem áður og Haraldur Pétursson er kominn lengra en nokkur annar.
Gulltryggir sér sigurinn, fara hann brautina til enda. Það er aðeins beinn kafli eftir og tími okkar á þrotum. Haraldur fær þó að ljúka við þessa braut. Hann tryggir sér hér með sigurinn í torfærukeppninni á Hellu, 5. og síðustu umferð Íslandsmótsins á þessu ári. Nú á laugardaginn kemur fer fram lokaumferð Íslandsmótsins í rally. Við myndum það að sjálfsögðu og sýnum hér á Sýn, bestu íþróttarás í heimi. Haraldur Pétursson, sigurvegari, Birgir Þór Kviðarasyni.